Kafli 8 börn og bækur. Uppeldisskildi bóka talið vera mjög mikið, sérstaklega hvað varðar málþroska, orðaforða og færni í ritun. Þetta getur haft áhrif á tilfinningatengsl, þetta getur verið góður undirbúningur fyrir lestraranám, en hins vegar verðum við að hafa í huga að sjónvarp og tölvur eru farin að taka æ meiri tíma á kostnað bókarinnar. Breytt samfélag og breyttir samskiptahættir eru það sem við búum náttúrulega við í dag. Við erum með allt öðru samfélagi heldur við vorum fyrir 20 árum til dæmis og stafræni miðlar hafa breytt samskiptaháttum okkar. Fólk talar minna saman augliti til auglitis og stór hluti samskipta fer fram í gegnum samfélagsmiðla. Og í framhaldi af því þá hefur eðlið bókalesturs breyst með tilkomu hljóðbóka því nú þær orðnar mikið algengari heldur voru áður. Þegar talað gildi bókalesturs þá það talið vera fjölþætt. Lestur bóka róandi, eða getur verið róandi í erli dagsins, það sest niður með bókina. Fyrirmyndir í bókunum geta kennt börnunum margt til dæmis lausnir ýmissa mála, hvernig hægt að komast yfir ýmsa erfiðleika, leiðir varðandi samskipti og fleira. Lestur einnig öflugt tæki til að efla þekkingu og orðaforða, en helstu einkenni námserfiðleika slakur orðaforði. Því orð uppistaða hugsunar. Og það því mjög mikilvægt og það má ekki draga úr mikilvægi þess að við lesum fyrir lítil börn. Og þetta getur ýtt undir tilfinningatengslin með því að fólk situr og les með barninu sínu. Og náttúrulega ýmislegt fleira sem kemur þarna inn í. En bókalestur sem afþreying að það hefur dregið mjög mikið úr því á undanförnum áratugum. Og það eru 2 rannsóknir sem talað þarna 1992 og 2011 og það stór munur þar á milli. En það að lesa bók oft sagt að það sé eins og fara í ferðalag á fjarlæga staði. Og það spurning hvort bókin geti einhverju leyti fyllt upp í þá tómarum sem breyttir samskiptahættir hafa hugsanlega skapað. Bara velti því svona fram. Svo þurfum við að spá í lesskilningi og lestrarhraða. Og PISA-kannanirnar til dæmis kanna þetta og samkvæmt PISA rannsókn frá árinu 2009 þá voru 16% nemenda 10. bekkja sem voru með slakan lesskilning en rannsóknir sýna að samband á milli yndislesturs og námsárangurs. Þannig að það mjög mikilvægt að þessi hlutir séu í lagi. Síðan við með íslenska rannsókn frá 2022 og þá mælast 29,5% nemenda 8. til 10. bekkjar með lítinn lesraða og 17,8% með aðra lestrarörðugleika sem hafa áhrif eða geta haft áhrif á námsframmistöðu þeirra. Og þetta svolítið alvarlegt mál og þetta eitthvað sem við þurfum að grípa inn í og reyna að finna leiðir til þess að bæta. Sumarlesturinn, að börnin okkar fara náttúrulega í langt frí frá skólanum, og þá það alltaf hætta á því að þau lesi ekki yfir sumarið. Og þá hefur verið gripið til þess ráðs að bjóða upp á eða ýta undir sumarlestur af einhverju tagi og það tilgangurinn meðal annars að halda við lestrarhraðan sem hefur áunnist yfir veturinn. En samkvæmt rannsóknum sumarlestur mjög mikilvægur og þá einhver fyrir börn með lestrarerfiðleika. Og það til dæmis orðið algengara að bókasöfn bjóðu upp á alls konar lestrarátök á sumrin og veita verðlaun fyrir og allavega. Það liggur ekki fyrir hversu hátt hlutfall íslenskra barna og unglinga lesi til skemmtunar á sumrin. En í bandarískri rannsókn kom fram að einungis 15% af strákum og 20% af stelpum á aldrinum 10 til 15 ára að lesa á sumrin. Og þetta náttúrulega svakalega lág tala og það í rauninni engin ástæða til að halda við séum einhver aðra tölur heldur en þarna koma fram. Flokkun barnabóka að þær flokkaðar í fyrsta lagi eftir því fyrir hvað aldurshópi þær ætlaðar. Þannig við með bækur fyrir lítil börn sem þá einhvers konar myndaspjöld, myndibækur, bendibækur, það mjúkar bækur, bækur úr gúmmí eða svona plasti. Síðan við með bækur fyrir læsabarnið sem stuttir kaflar sem fjalla oft þröngt svæði, til dæmis efni eða ævintýrabækur. Þröngt svæði og efni og ævintýrabækur og svo við með bækur fyrir stálpubörn þar sem samfelldur söguþráður og spenna og bækur fyrir eldri börn. Og bækurnar fyrir litli börnin að þetta bækur sem segja sögur með myndum og það mjög mikið myndskreyttar að sagan í raun og veru ekki neitt án myndana og sögubækur þar sem textin aðalatriðið en myndir þó af helstu atburðunum.
Myndirnar einar og sér nægja þó ekki til að segja þeim söguna. Það verður að vera einhver texti sem að sá sem maður les, en hlutverk þessi myndskreitir þessar bækur er rosalega mikilvægt. 7 til 10 ár eru læsibörnin og þá eru konar bókur sem eru samsettar og sjálfstæðum köflum þar sem sagt er frá lífi einhverja sögupersónu. Og oft er hver kafli sjálfstæð frásögn sem hefur aðeins lausleg tengsl við aðra kafla bókarinnar, þannig að þau geta lesið kafla 10 og tekið svo pásu og komið svo aftur. Og þetta fjallar oft einhver ákveðin svæði í borg eða bæ. Þetta eru ævintýri. Bækurnar fyrir eldri börnin og þá erum við með samfellda söguþráð oft spenna í bókunum og þetta er yfirleitt þá komið út í venjulegt fólk með öllum kostum og göllum. Og oft rata sögupersónurnar eitthvað vanda sem það verða að leysa en lausnin er yfirleitt hvorki einföld né endilega auðvelt að sætta sig við hana og það er oft með vítt sögusvið. Og oft er tekið á vandamálum varðandi samskipti og alls konar samfélagsvandamál. Barnabækur fyrr og nú, saga barnabókmennta er rakin alveg 200 ár aftur í tíman eða til breyttra viðhorfa til bernskunnar sem fylgdu í kjölfar bóka Rousseau Emil. En við erum búin að fjalla það í kaflanum þarna þroskan. Börn, þar kemur náttúrulega fram að börn er ekki litli fullorðnir og börn hugsa ekki svo fullorðnir og þau þurfa að fá svigrúm til athafna og þroska á sínum forsendum. Og að þungt efni svo trúarit að þau henta ekki börnum. Því þau bara hreinlega náttúrulega skilja ekki það sem þar fer fram. Og í kjölfar á þessu þá fóru að koma fram barnabækur. Nokkrir sömdu bækur með þarfi barn í huga fyrir daga Rousseau eins og til dæmis Comenius en hann gerði myndabók fyrir börn sem var fjallað heimurinn í myndum. Hann gaf þetta út 1672 og hann gerði líka aðra bók sem var námsbók í latínu og móðumáli, fræðsla dýr, jurtir, landafræði, samfélagið. Þessi maður hefur verið langt á undan sinni tíma. En bækur voru á þessum tíma munaður. Þetta var ekki það sem að fátækt fólk var ekki að kaupa bækur. Ævintýri og sígildi boðskapur, þar sem að illt og gott er að takast á, eins og til dæmis dæmisögur Esops og fleiri, að þetta eru þær bækur sem voru í boði á þessum tíma. Þessum fyrir 200 árum og svona vel inn í okkar tíma. Og það er talað að sé 3 stefnur sem hafa verið ríkjandi í bókmenntum. Það er upplýsingastefnan sem er fræðsla, það er rómantíska stefnan og þá eru konur út í ævintýrin og það er raunsæi þar sem söguhetjurnar eru svona vanalegt fólk eða venjulegt fólk. Upplýsingastefnan að þá er markmiðið að fræða og siðbæta almenning og það er sögurnar fjallað hvernig færi fyrir þeim sem óhlynnuðust. Þá færðu alltaf lendur í ykkur og þú færð einhverja refsingu. Rómantíska stefnan að þá eru konur út í ævintýrin eins og frá Grimms-bræðrum og H.C. Andersen og fleira. Og raunsæi stefnan að þá er farið að tala fólk eins og bændur og verkamenn og þeirra líf og stefnu og annað. En lesefni barna á fyrri tíð á Íslandi að kirkjan sá alla bókaútgáfu, en guðsorðabækurnar voru megin uppistaðan í útgáfunni. Og það voru þjóðlega bókmenntir, það var lesið af handritum, frekar heldur en að prentuðum bókum því þær voru ekki til. Og þetta voru veraldsögur, þetta voru ævintýri og rímur sem nutu vinsalda meðalfólks. Og þetta voru sálmur og vers og munnmæli. Og oft var þetta eitthvað sem fólk kunni bara hreinlega utan að. Það var einhver sagnamaður sem satt og sagði sögurnar. Síðan erum við með að augu manna eru í dag farin að opnast fyrir gildi góðra barnabókmennta. Og við erum til dæmis með mikið af teiknimyndasögum og úlingabókum. En allar tegundir barna- og úlingabóka lifa góðu lífi, þó að teiknimyndasögur séu að njóta æ meiri vinsalda. Og það er eflaust af því þar er stuttur texti, þar eru myndir og það er stuttur texti og það er kannski hraðari, það er hraðar að gerast í sögunum heldur en er kannski í lesinni sögu. En hins vegar eigum við ekkert ofboðslega mikið efni í dag af bókum sem eru góðar teiknimyndasögur og annað, því krakkar á þessum aldri sem að lesa þessa teiknimyndasögur, þau kvarta mjög mikið yfir því að það sé lítið efni á íslensku og þau eru að lesa bækurnar sínar á ensku. Nú og svo þessi spurning komin upp hvort að það er betra að hlusta eða lesa.
En í grein sem birtist í tímaritinu Times, það var sagt var rannsókn þar sem kannaði var munurinn á milli þessa tveggja, að hlusta, hvort það væri betra að hlusta eða lesa. Og það kannaði einungis hlustun eða lestur á efni til náms. Og niðurstaðan gaf ekki vísbendingar að önnur leiðin væri betri en hin til að tileinka sér efnið, en það verður þó að hafa í huga að þátttakendur rannsóknarinnar, þau lása rafbók en ekki hefðbundinni prentari bók. Og það hafa verið ákveðnar vísbendingar þá veru að nemendur læri meira af því að lesa efni í prentari bók heldur en af skjá. En í dag úrval og aðgengi að hljóðbókum orðið mjög mikið og það hægt að hlusta á hljóðbók eða lesa bók sem rafbók. Og það hægt að hlusta leið og það lesin, en það reynist oft mjög gott fyrir einstaklingar sem eru með lesblindu eða aðra lestarerfiðleika og að gera nýta sér það ef sú staða uppi.